Héraðsprent á Egilsstöðum rótgróið fyrirtæki sem annast prentþjónustu, hönnun og pappírssölu ásamt því að gefa út dagskrána á Austurlandi, fríblaðið Kompás og ýmislegt annað. En þótt fyrirtæki sé öflugt og umsvifamikið í dag, þá byrja sagan í litlu bílskúr hjá hjónunum Þráni Skarphéðinssyni og Gunnhildi Ingvarsdóttur. Þetta var eiginlega þannig að foreldrar mínir flytja hingað 1972. Mamma ættuð hérna af Héraði. Pabbi var búinn að kaupa sér eina litla prentvél, flutti hana hérna austur og svo náttúrulega var ekkert hægt að bara starta prentsmiðju bara svona á einu degi. Þannig að hann var svona að dunda sér í það að koma sér fyrir. Hann var að vinna í byggingavinnu, byggja hérna kaupfélagsbygginguna. Þá kemur kaupfélagsstjórinn gala niður í grunninn þar sem hann er að vinna. Hvað segirðu Þráin? Er ekki hérna hægt að fara að byrja að prenta? Mér vantar nótur. Og svona byrjar þetta bara. Og ein prentvél og einn sprækur karl. Já, hann er sannarlega sprækur karl hann Þráin, enda keyrt fyrirtækið áfram ásamt konu sinni af einskærri hugsjón og elju gegnum árin. Hann er þarna enn ásamt vélinni sem þetta byrjaði allt saman með. Þegar við fluttum hér austur 72, þá var þetta aðal prentvélin okkar. Við keypti þessa gömlu vél og prentuðum allt í henni, eyðublöð og allt mögulegt. Og þá var allt sett upp í blýi, lausleitur. En í dag þá prentum við til dæmis á höldurpoka með svona nælonklísjum. Við notum ekki lengur blýsetninguna. Í þessari vél prentum við aðalega svona höldurpoka. Þetta er náttúrulega vistvænt, ekkert plast. En ég held að þessi vél sé smíðið í Danmörku ykkur tíman 1930. Þegar þú sér þessar skemmtilegu vélar, þetta er allt opið. Þú sérð allar hreyfingar. Í nýju vélum, eins og þessari brotvél hérna, þá sérðu ekkert hvað er að ske inn í vélni. Það er allt lokaðar hlífar. Þessar nýrri vélar, eru þær ekki að úreldast meira? Heldur en Jó, það er eins og stafrænu prentvélar sem við erum með. Það er endist í 6 ár. Já. Þessi er búin að enda svolítið meira. Framþróun í allri tækni hefur gert það að verkum að starf prentarans hefur gjörbreyst á þessum árum síðan að Héraðsprent var stofnað árið 1972. Hérna kemur gamli tíminn í ljós. Þetta eru handsettletur. Þetta er allt saman lausir stafir sem bara raða saman. Og þetta er eins og vinnubröðin voru þegar ég byrjaði hérna 1972. Þetta eru bílaleigusamningar og bakhliðin eru samningarnir á íslensku og ensku og þetta er framhliðin. Þetta er allt saman, það eru kopalínur og lausir blýstafir. Kannski 4-5 tíma vinna að setja upp svona form, eins og þetta hérna. Hugsa sér á ekki lengri tíma við séum komin úr þessu yfir í tölvurnar sem hún pikkar þetta bara inn. Það er nefnilega að byltingin hefur verið svo hröð undanfærin ár. Austri sem var vikublað sem var gefið út hérna. Þetta eru synklísjur. Þá vorum við með setjaravél, þannig að við gátum blýsett allar línurnar, það var ekki svona lausleitur. Nefnum bara í fyrirsögnum. Byltingin er svo hröð á þessum 46 árum sem við komum hérna að það er ekkert að bera það saman. Allt frá upphafi voru Þráin og Gunnhildur mjög meðvituð mikilvægi þess að tileinka sér nýjungar ef fyrirtækið þetta halda velli. Við vorum að prenta bækur hérna í gamla daga í Hilmi. Þá mennum við svona sögubækur, það getur verið 2-3 tonna blýi sem að vera meðhöndla allan daginn í prentvinnunni. Svo kom náttúrulega filman, og þá er þetta allt miklu léttara. Og nú er engin filma lengur, það fyrir beint úr tölvunum raunverulega inn á plötuskrifana sem að leysigeisli skrifar út offset plötuna sem fara svo inn á stóru vinnu. Hún Hanna Gyða elst upp í hljóðin í prentvélunum sem fengi að ganga daginn út og inn heima fyrir meðan hún ólst upp. Iðngreinin hefur því verið innprentuð í hana allt frá unga aldri, ef svo má segja. Foreldrar mínum eiga það þegar við erum mjög duglega alltaf að fylgjast með allri tækniþróun og svoleiðis. Og meðan að kannski, ég meina að pabbi er 80 ára gamall, bara leið okkur kemur þá eru þau til í að tékka á þessu. Og ég held að það sé alveg lykillinn að því að svona fyrirtæki geti bara lífað og keppt jafnvel við stóru fyrirtækin í Reykjavík. Það er aðdáunarvert að sjá hversu staðráðinn Þráin er í að staðna ekki gömlum tíma. Hann sýnir okkur nýju prentvélarnar rétt eins og þau gömlu. Þessi vél er að verða 2 ára gömul og er svona alveg ný kynslóð af offset prentvélum því að
Þetta er allt saman tölvustýrt. Allar litastýringar koma beint úr tölvunum inn á tölvuna í prentvélinni. Og það er ekki neitt skrúað fram og tilbaka, allar stærðarbreytingar og allt er bara gert í tölvu. Og hér er lesari sem að lesa þessa litarönd til þess að mæla hvort að liturinn er réttur og þá leiðréttir vélina sjálf ef að liturinn er ekki í réttum styrk. Þannig að prentarinn hann bara hefur það gott. Já, hann hefur það gott í dag, prentarinn, enda langur vegur frá því þegar prentarinn meðhöndlaði blýletrið í sínu daglega starfi. Já, langur vegur, en ekki svo langur tími þó. Í öllum þessu iðnaði að þó er komið ný tækni að þá verður maður að vita hver bakgrunnurinn er, hvers vegna. Maður þarf að vita til þess að þó að vélinn stýrir sjálf litina, þá þarf maður að vita hver formúlan er bak við hvern lit. Já, það er ganga enn í dag prentvélarnar í héraðsprent og hafa gert síðan 1972. Það er því óhætt að segja að fyrirtækið hafi mikilvægu hlutverki að gegna fyrir samfélagið. Það er bara einhvern veginn af því að við erum búin að vera svo lengi hérna. Við erum búin að vera hérna síðan að bærinn byggðist upp líka við, 46 ár. Fólk er bara vant þessu og heldur að allir aðrir smábæir hafi svona fyrirtæki. Þegar flytur eitthvað annað sveitafélag, þá fattar það kannski, nei já, það er engin prentsmiðja hérna. Ég hélt þetta væri bara allstaðar. Og við erum alveg að halda viðskiptum við fólk sem að bjó hér og flutti svo eitthvað annað og er með fyrirtæki og það hefur bara tenginguna og kannski er þetta bara ekkert í boði þar sem það býr núna.